Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 682 haldinn í Merkinesi Hljómahöll þann 1. október árið 2024 klukkan 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Aðalheiður Hilmarsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sandes, Guðbergur Einarsson og í sitt á sinn fyrsta fundi í bæjarstjórn bjóðu velkomin Jón Má Sverrisson. Auk þess í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Nú á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál. Það eru fundagerðir bæjarráðs frá 19. og 27. september, fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. og 20. september, fundagerð stjórnar Eignarsjóðs frá 19. september, fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 24. september, fundagerð sjálfbærniráðs frá 25. september, fundagerð atvinnu- og hafnaráðs frá 27. september og að lokum og alls ekki síst, fundagerð menningar- og þjónusturáðs frá 27. september. Nú þá hefjum við dagskrána kæru bæjarfulltrúar og byrjum á fundagerðum bæjarráðs frá 19. og 27. september og orðið laust og það hefur beðið Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla bara hér eins og áður að fara yfir nokkur mál sem voru á dagskrá þessara funda og ætla kannski að byrja bara hér á fyrri fundinum þar sem að við tókum fyrir minnisblað sem kom til okkar frá okkar fulltrúum og frá þeim hópi sem hefur verið að vinna að verkefni sem kallast HB64, grænn vistiðingarður, sem að snýra verkefni í Helguvík-Bergvík. En þarna komu fram upplýsingar stöðu verkefnisins og tillögur næstu skref og við erum bara samþykkt að okkar fulltrúar geti haldið áfram að vinna að þeim tillögum sem ég veit að verða kynntar hér líka betur síðar. Við tókum líka þarna inn mál sem kallast Skilavegir Reykjanesbær en þá komu Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, sviðsstjóri á umhverfis- og framkvæmdasviði og Gunnar Ellert Geirsson, deildarstjóri umhverfismála og gerðu grein fyrir samningsdrögum sem þarna voru lögð fram og milli Vegagerðarinnar og Reykjanesbæjar yfirfærslu á vegum innan sveitarfélagsins til Reykjanesbæjar sem hafa áður verið á höndum Vegagerðarinnar og hins vegar töku Helguvíkuvegar á vegaskrá sem verður þá á hendi Vegagerðarinnar. Og við samþyktum þarna samningin fyrir okkar leyti og vildum að frá honum yrði gengið. Við tókum einnig inn beiðni frá heilbrigðisráðuneytinu hjúkrunarrými á Suðurnesjum þar sem að óskað hefur verið eftir að við skoðum hvort að ráðuneyti geti áfram nýtt hlévang fyrir sem hjúkrunarheimili. Og við erum bara að vinna það mál áfram og af því að það hafa alveg komið upp ýmsar hugmyndir nýtingu á því húsnæði þegar það átt að losna þar sem hér eins og glöggir taka eftir verið að byggja stórglæsilegt nýtt hjúkrunarheimili en við vinnum þetta mál bara áfram, það hefur engin ákvörðun verið tekin í þeim efnum. Það barst líka beiðni innkaup á búnaði fyrir Stapasafn sem nýtt almenningsbókasafn sem verður opnað í Stapaskóla sem þjóna þar 20% íbúa og við veittum heimild til þess að þessi innkaup færi fram af því að við viljum tryggja að bókasafni opni dyr sínar fyrir bæjarbúa frá áramótum eða áramót. Á seinni fundinum sem var núna 27. september þá kom Aðalheiður Júlí Rós sem verkefnastjóri Barðvæns sveitarfélags undir fyrsta máli og gerði grein fyrir stöðu verkefnisins en eins og við munum eflaust þá skrifuðu undir samstarfssamning við félags- og barnamálaráðherra og UNICEF vorið 2020 þetta verkefni og núna stefnt að því að sveitarfélagi fari í loka úttekt í janúar 2025 og fái þá þessa viðurkenningu formlega í febrúar á næsta ári. En innleiðingarferli í 8 skrefum og við erum núna á 7. skrefi sem kallast mat og viðurkenning. Og þetta bara mjög
áhugavert verkefni og hefur verið gaman fyrir okkur öll að taka þátt í því. En síðan var 5. mál á dagskrá þessa seinni fundar var fundargerð stjórnar Eignasjóðs sem verður tekin hérna fyrir og eftir og þá mun ég óska eftir að fá að fylgja því eftir. En annars voru bara eins og áður fundargerðir, það voru fundarboð og umsagnamál sem að svona óskað eftir að við skilum inn umsögnum vegna ef okkur finnst þörf vera á. Já, kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust. Margrét Sanders, kjörsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem hérna undir fyrri fundargerð bæjarráðs og það er 6. mál, hjúkrunarrými á Suðurnesjum, nýting hlévangs. Það sló mig sérstaklega varðandi nýtingu hlévangs að menn skuli vera strax farnir að tala hvernig á að nýta það og finnst kannski umræðan vera komin oflangt þangað í stað þess að fara vel yfir fyrst og myndi þá vilja að eignarsýslan hjá okkur myndi fara yfir það í hvaða ástand er húsið. Eins og ég hef heyrt og séð þá er húsið í mjög slæmi ásigkomulagi og þarfnast mikilla viðgerða og ef það er mjög kostnaðarsamt þá er það spurning hvort að það borgi sig. Tala nú ekki ef að það er af því að það er búið að leka og það eru eins og við Suðurnes sem við köllum þakskegg að gemsin er ónýtur úr húsinu og spurning með þak og veggi og fleira. Þannig að það verður örugglega, það verður allavega gott fyrst að skoða, er þetta notað hús í fyrsta lagi og svo kemur ekki á óvart að hjúkrunarrými á Suðurnesjum að þetta sé hugsað til þess en það var kannski bara búið að impra á einhverja annarri nýtingu áður og mér finnst eins og umræðan og heyri hjá mínu fólki að umræðan þetta mál hafi verið eins og það hafi verið búið að ákveða eitthvað annað, það verið gott líka að heyra í ykkur hvort það hafi verið af því að það var búið að impra á annarri nýtingu á húsinu áður og við vorum ekkert búin að ræða þannig frekar en núna eru Grindvíkingar margir hér komnir og mér skilst það sé gríðarleg þörf fyrir hjúkrunarrými, mun meiri heldur en áætlað var þegar bygging úr stækkunin var á Nesvöllum hér. En það væri gott að heyra í ykkur varðandi hjúkrunarrýmið en við skulum byrja allavega á því að ríkið kannski gerir það bara fyrir okkur að kostnaðarlausa að taka út húsið almennilega hvort þetta sé virkilega notað hús. Takk. Já, takk fyrir þetta. Kannski aðeins að koma inn á þetta mál að þá er þarna komin inn beiðni frá heilbrigðisráðuneytinu hvort að við séum til í að skoða að nýta hlévang áfram. Það stóð alltaf til að hlévangur myndi flytjast í heild sinni eða 30 pláss innan nýja hjúkrunarheimilið. En það er alveg ljóst að biðlistar eru að aukast og ég hafði samband við ágætan kollega minn á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í dag og þar liggja 34 einstaklingar sem eru í bið. Þannig að það er alveg ljóst að þegar þetta nýja hjúkrunarheimili okkar opna þá fyllist það á degi 1 út af því að biðlistin eins og hann var eins og ég fekk upplýsingar í byrjun sumars taldi 60 manns. Þannig að það er spurning hvort að einhver af þeim séu núna að bíða inn á HSS, hluta á þessum 34 eða þess utan. Þannig að við erum strax komin í vandræði þegar við opnum dyrnar. Þannig að ég skil þessa beiðni en vísandi í það sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders ræddi hér áðan, þá höfum við fengið beiðni sem við höfum rætt hér inni varðandi aðra notkun á húsinu. En það er stórt hús að ræða og hér bara býð okkur verkefni. Þannig að það er alveg ljóst að við þurfum að leggja hausinn í bleyti við þetta efni og ef að við notum húsið í eitthvað annað, hvað eigum við þá að gera við þennan biðlista? Þannig að við erum í athyglisverðum málum alveg sama í hvora átt við horfum. En þetta er eitthvað sem þarfnast frekari umræðu. Þetta er bara tekin fyrir þarna beiðnin frá heilbrigðisráðuneytinu sem við höfum ekkert rætt frekar við en þetta er eitthvað mál sem við þurfum að rýna í framar. Og er þetta húsnæði þá hugsað til skamstíma eða langstíma? Það eru einhver herbergi þarna sem voru þóttu of lítil, ekki með salerni. Er það þá í lagi
samræmist það reglugerðum og annað. Það er alls konar atriði í þessu máli. Við munum vinna þetta nánar saman, það er ekki spurning. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Nú byrja á því að óska bjóða Jón Már velkominn á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Kannski aðeins til þess að bara bæta í umræðana frá fundunum 19. september hjúkrunarrými á Suðurnesjum. Það komir kannski ekki óvart að þetta skildi koma upp. Það sem að ég eins og Guðný Birna bæjarfulltrúi vísaði til að þá hafði velferðarsvið áður verið að leita leiða til þess að mæta ákveðinni þjónustustörf hjá einstaklingum sem að nýta sér þjónustu hans og þetta eitt af því sem að hefur verið svolítið á borðum hjá þeim en það sem að kannski ég tók mest svona út úr umræðinni sem var að eiga sér stað í bæjarráði er það hvernig velferðarsviðið var að presentera þörfina sem þetta er staðar sko. Það er kannski eðlilegt að einhver leita þessi hort til hússins, það sé að losna og fólk sér kannski möguleikur tækifæri þar og annað þvílíkt sko en þetta er líka svona eins og hefur kannski komið fram í umræðinni að svona, þú stendur frammi fyrir einhverjum tveimur stræmum valkostum, ætlar að þjónusta þá sem eru hjá velferðarsviði, ætlar að hjálpa gamla fólkinu. En ég lít samt ekki kannski endilega alveg að þannig, sko. Það eru áskorunir í velferðarmálunum sem við þurfum að takast á við og það er alveg óháð því hvernig húsið er og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það mun þróast líka umræðan beiðnina hjúkrunarrýmin hérna á Suðurnesjum því að þörfin er til staðar nú þegar. Í þessu erindi kemur fram held ég að biðlistin sé rúmlega 290 dagar eftir hjúkrunarrými hérna á Suðurnesjum og líkt tölurnar sem að bæjarfulltrúi Guðný kom fram með þá eru þær ekki byggðar á neinu lofti. Þannig að bara áfram við að halda áfram þessar umræðu og vera svolítið opinn fyrir ýmsum lausnum í báðum þessum málaflokkum því þetta hangir svolítið saman. Takk. Takk fyrir þetta. Bara til að árétta það, þá er þetta eflaust komið líka út af því að samningurinn sem er núverandi við Hlíðavang rennur út 31. mars næstkomandi. Þannig að það er alveg ástæða til þess að skoða þetta mjög fljótlega og munum við gera það. Forseti vil aðeins koma hérna inn á lið 4 undir fundargerð bæjarráðs frá 27. september síðastliðnum þar sem að við fundum síðustu helgi aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum og vil forseti hrósa þeim fundi. Það var vel mætt af okkar fulltrúum, vel mætt af okkar þingmönnum og ágætis umræða sem sprattar upp. Setta voru fram 2 ályktanir á fundunum, önnur sem sneri að fjölþættum vanda barna í sveitarfélagunum okkar og hin að viðbyggingu Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og bæði málefnin snúa að samskiptum og verkefnum sveitarfélaga við ríkisvaldið og voru við að skerpa á þeim samskiptum og vinnubrögðum. Það má alveg geta þess að það eru 25 vikur eða tæpt hálft ár síðan við undirrituðum viljayfirlýsingu viðbyggingu við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. En þetta mál er hér lagt inn á fund umhverfis- og skipulagsráðs hér á eftir þannig að það er gleðilegt að það komið eitthvað skrið á þetta mál og munum við halda á því áfram. Það er alveg ljóst að skólinn okkar frábæri er þétt setinn og við erum með mjög gott starfsfólk þar sem er úrlausna með að umfram margt annað. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með þessu verkefni fram á við og bara kæra þakkir kæru fulltrúar sem mættu á fundin og sendi ykkur varamenn. Þetta fór mjög vel fram og árangursríku vinnufundir þarna í loki. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs ef ykkur vill taka til máls. Svo er ekki þeir sem samþykkja þetta fundargerðina vissulega skifið þess merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við hér komin að máli nr. 2 á dagskrá fundarins sem eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. og 20. september og við erum með hér nokkur mál sem þarf að samþykkja sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum líkt og venjulega er. En áður vil forseti þá flagga einu máli til ykkar, það er mál nr. 16 frá fundargerð bæjarráðs frá 20. september, Baugholtsróló dagmæður. Þarna er erindi sem felur í sig fjárhagslega skuldbindingar fyrir sveitarfélagið og því réttast að vísa erindinu aftur til umhverfis- og skipulagsráðs til að ramma það erindi betur inn og vísa því þá í kjölfarið inn til bæjarráðs til frekar umfjöllunar þar.
Þannig að við hefjum hér umræðun okkar sérstöku mál þetta mál 16 sem hér opið til umræðu. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykja þetta beiðni forseta að vísa máli 16 aftur til umhverfis- og skipulagsráðs vinsamlegast gefið þess merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá höldum við áfram í sérstöku málunum og tökum fyrir 4. mál fundargerðarinnar aðalskipulagsbreyting aðaltorg M12. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykja þetta 4. mál vinsamlegast gefið þess merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Já, takk. Nú 5. mál fundargerðarinnar aðalskipulagsbreyting IB9 og OP18 í Dalshverfi hér opið til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykkt geta 5. mál vinsamlegast gefið þess merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú 7. mál fundargerðarinnar aðalskipulagsbreyting IB33, OP26 og S26 Höfnum. Þeir sem samþykkt geta máli vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Þá fyrir við í 12. mál fundargerðarinnar Vallarás 13 niðurstaða grenndarkynningar sem opið hér til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þess að samþykkt geta 12. mál vinsamlegast gefið þess merki og það samþykkt af öllum. Nú 13. mál fundargerðarinnar Grófi 19 og 19a sameining lóða. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp undir lið númer 13 í fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs ráðs frá 20. september, Grófi 19 og 19a sameining lóða. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokks og umbótar sátum hjá vegna þess að okkur finnst að þetta mál megi vinna mun betur og í samráði og samtali við lóðarhafa á svæðinu. Þetta erindi fékk ég sent frá lóðarhafa og les hér fyrir ykkur og óska eftir að verði bókað. Árið 2023 sótti HS Dreifing EHF að byggja atvinnuhúsnæði á lóð í Grófinni 19a og sem hefur tilheyrt fasteign í Grófinni 19 síðastliðin 37 ár. Lóðinu var úthlutað sem geymslulóð fyrir húsnæði á Grófinni 19 árið 1986 og skilgreind þá sem Grófin 19a. Við sáum ákveðin tækifæri í því að nýta báðar þessar samliggjandi lóðir undir fleiri fermetra þar sem að lóðirnar voru lítið nýttar. Erindi var lagt fyrir umhverfis- og skipulagssvið bæjarins og því synjað vegna nýsamþykkts aðalskipulags þar sem að þessi lóð féll orðið undir svokallað miðsvæði. Á þeim forsendum hófum við þá vinnu að hanna húsnæði sem myndi samræmast skipulagi þessa svæðis og myndi henta á þessa lóð. Glóra EHF sendi síðan inn annað erindi til umhverfis- og skipulagsráðs fyrir okkar hönd þann 7. september síðastliðinn að láta sameinast að 2 lóðir í eina þar sem að það væri verið að hanna húsnæði á lóðina samkvæmt hinu nýja skipulagi. Við sáum fyrir okkur að reisa fjölbýlishús á þessum 2 samliggjandi lóðum sem HS Dreifing eigandi að og rífa það húsnæði sem stendur á lóð númer 19. Þar með varum við fyrstir til að hefja uppbyggingu á þessu svæði eins og miðað við í hinu nýsamþykkta aðalskipulagi. Því erindi var einnig synjað á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 20. september án skýringa. Fyrir hönd HS Dreifingar EHF óskar lóðarhafi eftir frekari rökstuðningi fyrir þeirri ákvörðun. Og undir þetta erindi tökum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og umbótar og óskum við til því að bæjarstjórn vísi málinu aftur til umhverfis- og skipulagsráðs til betri umræðu og rökstuðnings. Afgreiðsla málsins fari fram eftir að lóðarhafi hafi fengið tækifæri til að greina frá sínum fyrirætlunum. Og undir þetta rita Guðbergur Einarsson, Margrét Sanders og Helga Jóhanna Oddsdóttir, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Jón Már Sverrisson, bæjarfulltrúi umbótar. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Valgerður Björk Pálsdóttir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Skildist mér rétt að bréf frá hagaðila bókun
Sjálfstæðisflokksins og umbótar. Ok, allavega til að svara að þá sem sagt bókaði umhverfis- og skipulagsráð og í kjölfari staðfesti bæjarstjórn að það yrði grenndarkynnt svæðið og þess vegna er ekki hægt, eða sem sagt tillagan að setja smáhýsi á þessar lóðir og þess vegna er ekki hægt eins og ég myndi halda að bæjarfulltrúi viti á þessu stigi að þá er ekki hægt að sameina lóðirnar ef það er verið að fara í grenndarkenningaferli. Þannig að málið bara bíður eftir að vera grenndarkynnt, eftir það er hægt að taka svo aðra afstöðu til málsins. Takk. Já, forseti tekur undir mál Valgerðar Bjarkar Pálsdóttir bæjarfulltrúa en þann 15. mars síðastliðinn á þessu ári á ráðsfundi nr. 332 var tekið fyrir að Grófin og Hákotstangar eru grenndarkynnt og meðan sú ákvörðun er í gangi og stendur er eðlilega ekki hægt að fara í þennan verknað að sameina lóðir. Þessi bókun var lögð fram þann 15. mars á fundi umhverfis- og skipulagsráðs og samþykkt af öllum nefndarmönnum ráðsins. Það er bara verið að fylgja eftir þessu formlega ferli sem er núna í gangi og meðan á því stendur er eðlilega ekki hægt að taka aðra ákvörðun á sama stað. Þessi ákvörðun hefur verið staðfest formlega af bæjarstjórn. Forseti vil kannski líka minnast á, ég vil ekki segja fordæmi en að vera að lesa einkapóst hér í ræðupúlt bæjarstjórnar og gera það að bókun. Þetta er, ég ætla ekki að segja sig eitthvað aðeins en þetta er sérstakt. En þetta er allavega staðan sem málin er statt í dag, staðfest af umhverfis- og skipulagsráði og af bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það er ennþá í vinnslu, þannig að eðlilega var þessu hafnað af meirihlutanum. En orðið er laust þessa tillögu, hér erum við bara að ræða 13. mál. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Áður en að ég nefni þetta mál sérstaklega þá er sérstakt að í hvert einasta skipti eða í flest skipti sem einhver stendur upp inn í ræðustól, það svarar forseti. Og ég allavega hef fylgst mikið með pólitík bara frá því að ég var krakki og þetta er í fyrsta skipti sem ég hef séð forseta nokkuð staðar að taka orðið eftir næstu hvert einasta ræðumann. Þannig að yfirleitt býður forseti þar til að umræðu nokkurn veginn lokið. Allavega hefur það tíðkaðst í ykkar meirihluta og þar á undan og ávallt. Þannig að ég vildi bara nefna þetta að þetta er sérstakt. En ég vil nefna í varðandi þetta mál að þegar við vorum að ræða, ef þið hlustu á upptökur, varðandi smáhýsin, þá var sérstaklega rætt það að það væri í rauninni komið á bið með þessi smáhýsi hérna í Grófinni. Og það ætti að keyra á smáhýsin í innrakverfinu. Og það er sérstakt líka að það sé hægt að setja smáhýsi á lóð sem einhver annar er með lóðarsamning með. Hann er með lóðarsamning fyrir þessari lóð. Þannig að ég skil það nú ekki í fyrsta lagi. Í öðru lagi, ef að þetta er svona, hvers vegna er ekki rætt við lóðarhafann? Af hverju er ekki talað þá við lóðarhafa það og hvernig málið liggur og að það sé ekkert hægt að gera þetta? Nei, hann fer í kostnaðarsamar aðgerðir og fær aðila til að teikna upp og annað, að því að upplýsingarnar sem hann fær er að þetta samræmist ekki þeirri tillögu sem liggur fyrir núna út af breytingu og aðalskipulagi. Ekki að þetta sé einhverju grenndarkynningu. Þannig að það er allan að lágmark að tala við fólk og segja þeim hvernig málið er statt. Þannig að við verðum bara að koma betur fram við fólk sem býr hérna í bænum, hvað þá fólk sem er mjög öflugt í atvinnuuppbyggingu og annað og er með lóðir nú þegar og það er ekki búið að segja lóðinu upp. Þrátt fyrir að það hefði verið möguleiki. Þannig að það er eitthvað lögfræðilegt álitaefni. Þannig að það sem við erum að biðja er hreinlega að það sé rætt við viðkomandi aðila og það er alveg og oft gert að máli er frestað. Þannig er þessu bara hafnað og varla talað við einstaklingin og engin útskýring. Og þetta er ekki framkoma sem að allavega okkur hugnast.
Já. Guðbergur Einarsson. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég vildi bara árétta að ég var auðvitað á þessum fundi 15. mars þegar það var eftirfarandi var samþykkt. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir að grendarkindar verða 2 staðsetningar fyrir smáhýsum, annars vegar í Gróf og hins vegar við Hákotstanga. Lögð verður áhersla á vandaða kynningu til nágranna. Þarna hvergi talað Grófin 19 eða 19a. Umræðan á þessum fundi, þar sem ég var að það ætti að setja þessi smáhýsi við endan á Grófinni, vestast í Grófinni, og við vorum að reyna að leggja til við þá sem voru að tala fyrir þessu, að smáhýsin yrðu sett vestan við girðinguna á lóðinni á 19a, sem miklu betri staðsetning og þarf ekki að vera eiga við lóðarhafa sem núna með lóðin og búin að vera skipuleggja hús sem í samræmi við aðalskipulag á svæðinu. Til þess að einfalda þetta mál, og ég var svo sem ekkert að draga þetta mál inn í þessi lóðarmál, en til að einfalda máli með smáhýsin, þá væri miklu betra að færa þau vestar. Þar sem vegur, það lóð og það mön, skjólmön, og þessi hús myndi bara fara mjög vel þar. Mjög vel, án þess að hreyfa eitt eða neitt við fólki eða öðrum. En ekkert hefur haft samráð við fólk í Grófinni og ákveðið var greinilega að ræða ekki Grófina, heldur að fara í Hákotstanga fyrst, og það hefur ekkert verið sendt út neitt grenndarkynningu eða neitt í Grófinni. Þannig að þessi maður sem óska eftir sameiningu lóða, hann bara að halda áfram með sín áform. Og það hlýtur að mega koma með þau hérna upp, fyrst að þessu hafnað og við sátum hjá. Og við óskum eftir því að þessu verði vísað aftur tilbaka og tekin betri umræða við lóðarhafan, að minnstakosti, og svo hægt að taka þetta þá áfram. En ekki skemma þetta mikilvæga mál smáhýsin með því að traðka á fólki. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, biður orðið. Virðulegi forseti. Ég örlítið ringluð í þessari umræðu af því að við að tala þarna 2 ólík mál. Við máli sem við hér með til umræðu sneri að því að það kemur ósk að sameina 2 lóðir í Gróf. Og eftir því sem ég best veit að þá samkvæmt skipulagi ekki endilega verið að horfa til þess að það sé búið að sameina þessa lóðir, þannig að það líka nýtt inn í skipulagi. Og ég tek undir með bæjarfulltrúa Valgerði þegar hún segir hér að réttilega að svo hitt málið sem snýr að smá húsum, að það bara í vinnslu og það alveg rétt, það hefur ekki farið fram grenndarkynninga því að það mál bara var samþykkt og í vinnslu og það liggur fyrir að grenndarkynna það og sá staður sem þar hefur verið til umfjöllunar ekki innan lóðarinnar sem lóðarhafi sem hér var lesið upp úr erindinu hefur, heldur það þar aðeins utar. Þannig að ef lóðarhafi væri ósk eftir byggingu á þeim reit sem hann hefur til umræða, þá væri við eflaust að tala þetta mál á allt öðrum nótum. Það snýr að sameiningu lóða sem hefur áhrif á það sem bara nú þegar í vinnslu. Þannig að ég held að eðlilegt sé að klára vinnslu þess mál sem nú þegar hefur verið samþykkt og síðan hægt að taka þetta mál þá upp aftur ef að það rúmast þarna innan og ég veit að samtöl hafa átt sér stað bæði innan meiri og minni hluta í umhverfis- og skipulagsráði en einnig við starfsfólk þannig að það hafa mörg verið í samskiptum við lóðarhafa.
Þannig að samtöl hafa svo sannarlega átt sér stað. Þannig að kannski bara við séum einmitt ekki ekki að halla á neitt. Við erum bara að ræða málið út frá bæði því skipulagi sem til staðar, þeim samþykktum sem hafa verið farið í gegn og ákvörðunum sem hafa verið teknar og síðan kemur þetta allt aftur til okkar með ólíkum hætti bæði út úr grenndarkynningu og líka út af þeirri vinnu sem þið í umhverfis og skipulagsráði eru að vinna og beini orðum minn hér bæjarfulltrúa Guðbergi. En þessi vinnsla bara í gangi. Fyrir mitt leyti þá sé ég ekki ástæðu til að vísa þessu máli aftur inn af því að það annað mál sem bara í vinnslu sem hefur líka áhrif þarna en ég veit að það eru öll að róa því sömu árum að ljúka þessu máli með farsælum hætti. En þarna erum við að tala sameiningu 2 lóða sem líka bara ný ákvörðun og það stóð ekki til að fara í slíkar aðgerðir. En ef að það hægt að finna, að því hitt verkefni eru þetta bara sjálfstætt verkefni og ef við getum fundið heppilega lausn á því samhliða, að þá erum við bara komið með þetta mál aftur inn á borð. Eða þannig horfi ég á það allavega frá mínu sjónarhorni. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Varðandi mál 13 í útfundargerð umhverfis- og skipulagsráðs sem hér hefur verið rætt. Sagði forseti það sérstakt að vitna til bréfs frá hagaðila í bókun. Og þá leyfi ég mér nú að benda á það að meirihlutinn vitnaði nú í blaðaviðtal í bókun sinni í bæjarráði fyrir í haust. Og tel þá rétt að kallast líka tilvitnun í bókun sérstaka, svo ekki sem meira sagt. Og það líka rétt að komi fram að þegar erindi hafnað, þá því hafnað. Og við höfum mýmörg fordæmi fyrir því að erindum sé frestað og frekari upplýsingar leitað til þess að ná betur utan mál og það sem við teljum að hefði átt að gerast hér. Að öðru leyti kem ég upp undir lið 1 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 20. september þar sem að umferðaröryggisáætlun var kynnt og í rauninni tengist það einnig 17. máli umferðarmál, hönnun og framkvæmdir. Samgöngur innan Reykjanesbæjar skipta íbúa miklu máli og mikið öryggismál. Og telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að þær séu greiðar og að framkvæmdir taki eins skamman tíma og hægt og að óþægindi íbúa séu sem minnst á framkvæmdatímanum. Var ekki búið að loka því. Þá biðst ég forláts og óska eftir að koma upp á 13. máli loknu. Takk. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, umræðan góð og ef við einbeitum okkur að þessu eina máli með sameiningu lóða, að þá tek ég alveg undir að það ágætt að fresta ákvörðuninni þangað til að sú auglýsing og samþykkt þessar sé lokið. Og þess vegna myndi ég vilja óska þess og óska eftir, ég hefði nátt að segja við ágætan forseta sem að standa sig vel þó ég hafi verið að bauna hana áðan með að hún svari að þá hún að standa sig vel. Að hvort að við getum ekki, hvort það sé ekki eðlilegt í ljósi þess að vinna við aðalskipulagið eða þessi auglýsing og þessi vinna í gangi, að þessi erindi verið frestað vegna þess að við erum að hafna þessu erindi. Við erum að hafna því. Þannig að við hljótum að geta bara frestað, það verður bara frestað afgreiðslu erindið, það liggur bara meðan þetta klárast og það hægt að vinna þetta þá bara betur og í samvinnu við lóðarhafa. Þannig að við séum þá öll kannski bara svona sæmilega sátt með málið. Takk. Forseti tekur hér fundarhlé.
og skipulagsráðs erindinu og einblínir á að klára þá ákvörðun framtíðarstaðsetningu smáhúsanna. Ákvörðunin grenndarkynninguna sem ekki enn hefur farið fram var samþykkt af öllum aðilum innan umhverfis- og skipulagsráðs og samþykkt af bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Þar liggur kjarni þessa máls. Nú umræðan ennþá opin mál 13. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér ljós. Þeir sem samþykkt geta 13. mál fundargerðarinnar vinsamlegast gefið merki. Það rétt hjá þér, bæjarfulltrúi Margrét Sandís. Afsakið þetta var skrifað niður hjá mér áðan. Við vorum með tillögu frá bæjarfulltrúa Guðbergi Reynissyni, afsakaðu mig kæri, tillögum að vísa málinu aftur til umhverfis- og skipulagsráðs til frekari umfjöllunar og ber ég upp þá tillögu. Þeir sem samþykkt geta vísa tillögunni aftur til umhverfis- og skipulagsráðs vinsamlegast gefið þess merki. Og það samþykkt af 4. Það eru 4 sem halda því fram, þeir sem eru á móti. Og það eru 7, þannig að sú tillaga felld. Þeir sem samþykkt geta mál 13 vinsamlegast gefið merki. Það því samþykkt af 7, þeir sem eru á móti eða sitja hjá, þeir eru á móti 4 atkvæði. Kærar þakkir fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Nú þá erum við komin að 14. máli fundargerðarinnar bílastæði við Kirkjugarð Keflavíkur sem hér opin til umræðu. Hér hefur enginn hvatt sér ljós. Þessi samþykkt geta 14. mál vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 15. mál fundargerðarinnar framlenging á framkvæmdaleyfi. Hér borin upp. Þeir sem samþykkt geta 15. mál vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú forseti opnar hér umræðu fundargerðirnar 2 að öðru leyti. Guðbergur Reynisson, herslumunur á milli ykkar. Helga Jóhanna kýs að koma hér fyrst, gjör svo. Takk, virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég held þá áfram með mál í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þar kem ég sem sagt undir lið 1 og tengist það í rauninni einnig lið 17 eða 17. máli. Annars vegar umferðar öryggisáætlun og umferðarmál, hönnun og framkvæmdir. Samgöngur innan Reykjanesbæjar skipta íbúa miklu máli enda mikið öryggismál og telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að þær séu greiðar og að framkvæmdir taki eins skamman tíma og hægt og að óþægindi bæjarbúa séu sem minnst. Undanfarið ár hafa lokanir ýmissa gatna þrengt verulega að samgöngum, valdið hættu fyrir íbúa og framkvæmdir tekið óratíma auk þess sem skortur hefur verið á upplýsingagjöf til íbúa. Í ljósi þessa leggjum við fram eftirfarandi fyrirspurn í nokkrum liðum. Fyrsti liður varðar lokun þjóðbrautar og þar spyrjum við hversu langur var framkvæmdatíminn áætlaður í upphafi? Var skoðaður möguleiki á að opna hjáleið þegar ákvörðun var tekin lokun þjóðbrautar? Var ekki möguleiki að horfa til þess að klára framkvæmdir fyrir skólabyrjun? Hver samþykkir lokanir og hver hefur eftirlit með framkvæmdunum fyrir hönd Reykjanesbæjar? Og í öðrum lið spurjum við framkvæmdir við skólaveg frá Hringbraut að Sólvallagötu og þar spurjum við hversu langur hefur framkvæmdatíminn verið nú þegar? Hversu langur var hann ætlaður? Og hver hefur eftirlit með framkvæmdinni fyrir hönd Reykjanesbæjar? Og hvenær áætlað að opnað verði að fullu? Og aftur að skólavegi og þá í þriðja lið þessara fyrirspurnar varðandi einstefnu á hluta skólavegar frá Sóltúni að Hringbraut. Þar spurjum við hver tekur ákvörðun að beina allri umferð hluta skólavegar inn í þröngar nálægar götur og það á skólatíma og eftir skólabyrjun. Og hvenar og af hverjum og hvers vegna var ákvörðun tekin að þrengja gatnamótin á mótum skólavegar og Hringbrautar. Í fjórða lið spurjum við umferðarljósin á Njarðarbraut, þar sem gönguleiðin að Njarðvíkurskóla liggur yfir
þessa umferðarþungu götu og spyrjum hvers vegna stendur á því að þessi mikilvægu gangbrautarljós ekki enn komin í gagnið. Var engin leið að flýta lagfæringu þessara ljósa og við veltum því fyrir okkur hver hefur kostnaður sem fellur á lögregluna verið við að vakta og stýra umferð gangandi barna þarna yfir á morgnana og í lok skóladags á meðan að ljósin eru biluð. Að lokum veltum við því fyrir okkur hvers vegna tæknilausnir hafi ekki verið nýttar til að upplýsa íbúa betur, til dæmis með því að senda SMS-skilaboð í síma íbúa sem að lokanirnar snerta helst, með þá frekari upplýsingum lokun og hvenær vænta megi opnunar. Og við þessum spurningum óskum við eftir skriflegu svari á næsta bæjarstjórnarfundi og undir þetta undirrituð Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sandes og Guðbergur Reynisson, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks. Takk. Kæra þakki fyrir þetta, Helga Jóhanna. Við komum þessum ábendingum áfram og væntum svar á næsta formlega fundi bæjarstjórnar eftir hálfan mánuð. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, við biðjum orðið. Já, við ætlaði bara að segja það að virðulegi forseti að við tökum þetta sjálfsög, við höfum auðvitað rætt þessi mál í svolítinn tíma og ég treysti því að við fáum greinagóð svör frá sviðsstjóra umhverfis og framkvæmdasviðs sem hefur haldið þessu á lofti og ætlaði bara að ítreka það að hér erum við algjörlega sammála það að það verða að vera gagnsæi og umferðaröryggi verða að vera tryggt og að sumar framkvæmdir hér hafi tekið mjög langan tíma en eðlilegar skýringar eru á flestum þessum spurningum sem verður gott að leggja hér fram. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hérna undir fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar ráðs 13. september. Það var sérfundur vegna legu Reykjanesbrautarinnar og ég vil árétta að við erum í bæjarstjórn og í nefndum, við sem erum í bæjarstjórn og nefndum, við erum kosin og skipuð af íbúum Reykjanesbæjar til þess að passa upp á hagsmuni Reykjanesbæjar og við verðum, og ég endurtek, við verðum að grafa niður hælana varðandi hönnun og legu Reykjanesbrautar í gegnum bæinn okkar. Og sú hönnun verður að taka mið af okkar hagsmunum og okkar þörfum og minna af hagsmunum annara eins og höfuðborgarinnar. Og þetta er nú bara brýning til ykkar, kæru bæjarfulltrúar, og til ykkar nefndarmanna að við eigum auðvitað fyrst og fremst að hugsa bæjarbúa Reykjanesbæjar en auðvitað eigum við líka að hugsa alla hina en fyrst og fremst okkur. Og undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 20. september í lið 1 þar var lögð fram umferðaröryggisáætlun Reykjanesbæjar, alveg eins og bæjarfulltrúi Helga Jóhanna var að vitna í. Ég vil fagna því að hún sé komið fram og þakka fyrir að fá að taka þátt í þessari vinnu. Þetta er nauðsynleg vinna, ótrúleg skýrsla, mjög löng og fyrirferðarmikil. Og við fyrstu yfirferð verð ég að segja að þessi skýrsla hún gefur reyndar núverandi meirihluta stóra fallengun. Innviðaskuldin er ótrúlega mikil og greinilega ekki mikið eða ekki nóg búið að framkvæma síðustu 10 ár. Ef maður rennir yfir hana þá sér maður að á árunum 2019 til 2022 verður 667 slys og það fjölgar slysum á gangandi og hjólandi vegfarendum. Flest slysin eru tengd börnunum okkar 0 til 18 ára og gerast allan bæ en helst virðist Njarðarbrautin og vegtenginga við hana vera hættulegust. Eins og oft og mörgum sinnum hefur verið bent á. Það er ekki nóg að skila jákvæðum rekstrarreikningum en skilja börnin eftir í stórri hættu
Og talandi um peninga þá samfélagslegur kostnaður Reykjanesbæjar vegna þessara slysa í kringum 2,4 milljarðar króna. Það eru peningar sem getur farið í aðra hluti ef forvarnir varu hærra á forgangslistanum. En þó að Njarðarbrautin sé oftast nefnd í umferðaröryggisáætluninni, þá eru fleiri götur og staðir þar sem umferðaröryggi ábótavant. Hafnagatan, Akurskóli, Háaleitiskóli, Heiðaskóli, Holtaskóli, Myllubakkaskóli, Stapaskóli, Reykjaneshöllin. Þetta eru orð sem koma fyrir í umferðaröryggisáætluninni. Öll íþróttahúsin, Íþróttaakademían, Danskompani, Iðavellir, allar strætóstoppistöðarnar, Vesturbraut, Vestugata, Dúsgata, Dalsbraut, Þjóðbraut, Lindarbraut, Faxabraut, Skólavegur, Afreksbraut, Sunnubraut, Hringbraut, Tjarnabraut, Tjarnagata, Grænásbraut, Grænásvegur, allar stofnanir sveitarfélagsins, Baugholt, Víknavegur, Sólvallagata, Flugvallabraut, Reykjanesbraut, Geirdalur, Bogabraut, Bolafótur, Vallarás, Bergás, Fitjar, Víkubraut, Baldursgata, Bakkastígur, Brekkustígur, Bjarkadalur, Urðabraut, Stapabraut, Engjadalur, Aðalgata, Krossmói, Innri-Njarðvík eins og hún leggur sig, Ásbrú eins og hún leggur sig, Borgavegur, Iðjustígur, Eyjavellir, Heiðabraut, Lyngholt, Aspadalur, Eikadalur, Beikidalur og Reykjanesvegur. Og þetta bara eftir að ég hljópi yfir skýrsluna sem var lögð fram. Ég hef ekki almennilega lesið hann og rýnt hana, ég get örugglega komið með eitthvað meira á næsta fundi. Sjálfstæðisflokkurinn óskaði eftir 40 milljónum í umferðaröryggi barna árið 2023 í fjárhagsáætlunarvinnunni og var það slegið niður í 20 milljónir. Reyndar ekki mikið hægt að gera fyrir 40 milljónir og hvað þá 20 en starfsfólk umhverfissviðsins hefur þó unnið nokkur þrekvirki með þessum fjármunum. En þetta er engan veginn nóg og vonandi mun meiri hlutin setja þessi mál hærra á oddinn þetta árið. Takk fyrir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það fyrra málið sem ég langar að nefna núna mál sem gott að ég tel að við séum öll sammála með. Það fyrri fundurinn sem umhverfis- og skipulagssviði, aukafundurinn. Það sem algjörlega ömurlegt að hugsa til þess að við í Reykjanesbæ, allir sem voru á fundinum og fulltrúar Reykjanesbæjar voru sammála hvernig hlutirnir eiga að vera og hvernig tengingar eiga að vera í Reykjanesbæ. En fulltrúar Vegagerðar og væntanlega ráðgjafa voru bara á allt annarri skoðun og það var bara eins og það væri ákveðið og þetta farið lengra heldur en að það ætti í rauninni að vera því að þetta ekki samþykkt. Ef við ætlum að loka einhverja af þessum vegum, við vitum nú eins og þið sáu í bókunni hjá okkur og okkur hefur verið tíðrætt og það sem ég ætla að nefna á eftir, að bara þessi lokun á þjóðbrautinni hefur kostað það að það bara hreinlega búið að vera ástand í þessum byggðum. Að innabæjar hefur verið gríðarleg umferð og á Njarðarbrautinni að það hefur verið á ákveðnum tímum bara röð, bara stopp bílar frá KFC að Hagkaup. Þannig að ef að menn ætla að fara að loka tengingu við Reykjanesbraut á ofan, þá verðum við bara að standa í rappirnar og ég vona, mér skilst að starfsmenn umhverfis- og skipulagsins sé með þetta mál og væntanlega mun starfandi bæjarstjóri taka máli líka föstum tökum með þeim. Þetta risa mál og það korter í ákvörðun þarna. Hitt málið vegna bókunar sem að Helga Jóhanna las upp. Þetta mál sem við höfum rætt það sem að mér finnst mikilvægt að það komi fram í þessum fyrirspurnum ekki endilega að hanka einhvern. En við verðum að fara að læra af einhverju sem tekst ekki nægilega vel. Ef við tökum skólaveginn, þessi framkvæmd sem búin að vera þar og við myndum ekki einu svona þurftum að setja spurningu hvenær hófst þetta eiginlega,
Það er bara, það er langt síðan að við getum ekki einu sinni muna hvernig þetta byrjaði, framkvæmdin, að fólk sem býrðar og fyrirtæki það nálægt segja að dag eftir dag eftir dag eftir dag eftir dag eftir dag eftir dag er bara enginn að vinna þarna. Og það er ekkert í lagi. Við verðum að setja sterkari skilmála í samninga við þá verktaka sem eru að vinna þetta fyrir okkur og refsiákvæði og standa í lappirnar. Við þurfum bara að vera saman þar. Þetta er ekki hægt. Takk. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Takk fyrir brýninguna, bæjarfulltrúi Guðbergur, varðandi að standa saman í málefnum Reykjanesbrautarinnar þegar kemur að hagsmunum Reykjanesbæjar. Og ég heyri allavega á mínum fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði að það sé nú bara svona ágætis samstæða þar og að það séu akkúrat 2 fundir í þessari viku þar sem þið eruð að fara yfir þessi mál og eruð að búa til bókun og að sjálfsögðu munum við standa keik á því að vernda okkar hagsmuni. Við vorum svona eiginlega búin að ræða bara við ætlum ekki að ræða þetta núna og þessir 2 fundir í þessari viku þannig að tökum við örugglega þetta betur til umræða næst. Já og líka bara fínar brýningar varðandi umferðaröryggi sem að bæjarfulltrúar Helga Jóhanna og Margrét komu með en það er eitt sem svona aðeins stakk mig í orðum bæjarfulltrúa Guðbergs og það er það svona einhver ákveðin söguskýring sem ég man persónulega ekki eftir í fjárhagsáætluninni í fyrra. Þetta virkar þannig í fjárfestingaráætlun að það eru settar ákveðnar upphæðir inn í Excel-skjal sem er svona drauma upphæðin sem við værum til í að setja í ákveðin málaflokk. Þar voru 40 milljónir settar í umferðaröryggi barna held ég að þetta hafi heitið en svo er alltaf svona látið hljóma eins og við höfum slegið 20 milljónir af en að Sjálfstæðisflokkurinn hafi rosalega mikil vilja að halda hinum 20 milljónunum minn. Það var auðvitað ekki raunin, auðvitað hefðu við vilja að setja 40 milljónir eða meira í þetta líka en í lokin var auðvitað verið að skera niður í ýmsum málaflokkum og þetta var eitt af því og ég, eins og ég segi, þannig að ég kannast ekki alveg við þessa söguskýringu. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Valgerður. Forseti vil líka minnast á að á 10 ára ferli forseta man ég ekki eftir að við höfum sett sérstaklega eyrnamerkt umferðaröryggi barna hvað þá 20 milljónir þannig að þetta var heilla skref að byrja á þessu í ár og auk þess voru við einnig með fjármagn í skólalóðir þar sem að var verið að hanna meðal annars breyta aðkomu og keyrslu á nokkrum skólum þar á meðal Akurskóla og Njarðvíkurskóla. En Bjarni Páll Tryggvason hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir, sem mjög gagnlegar og bara fínar umræður sem við erum að eiga hérna núna. Kannski eitthvað sem að tengist aðeins þemanu sem hefur verið hérna á fundum í dag, maður rætt bókanir, maður er svona beggja blands í þessu dóti. Þegar maður rifjar upp með leyfi forseta hvað stendur í samþykktum bæjarins, þar stendur nú bara stutt á skorun og þetta bæjarfulltrúar rétt á að fá bóka og stutt á athugasemdum afstöðu sína. Svo hlustar maður á eina bókun og maður er svona, er þetta, en svo hlustar maður á til dæmis það sem að bæjarfulltrúi Helga Jóhanna var að flytja hérna fram, það sem að koma bara ítarlegar og góðar og gagnlegar spurningar sem að ég held að allir sem að eru þáttakendur á þessum vettvangi inn í bæjarstjórn og íbúar líka vilja gjarnan fá skýra mynd á. Þannig að þetta er svona kaups, hvernig þetta er. Og bara þakkir til Guðbergs fyrir að telja upp alla götur í Reykjanesbæ held ég. Þetta var bara frábæra frammistaða. En tæpir á mjög mikilvægum málum sem að snerta alla íbúa hérna vel og auðvitað er náttúrulega umferðaröryggisáætlunin eitthvað sem er sett á oddinn hérna í sveitarfélaginu því það er náttúrulega að fá stöðum að dá þessa hluti til að geta getið þennan fíl sem er verið að lýsa hérna og innviðaskuldir, þær eru pottþétt í gatnakerfinu eins og bara allstaðar annars staðar í sveitarfélaginu hjá okkur. Þær eru ekkert litlar að mörgu leyti þó að sé búið að sannarlega vinna þrekvirki í þeim efnum á umliðnum árum og við held ég að getum
öll sammælst það að það hafi ekki verið aðra eins fjárfestingar í innviðum til handa samfélagsins okkar hérna í langan tíma og þar hefur þeim verið forgangsrað náttúrulega mjög mikið í þágu barna því að þær hafa fyrst og fremst snúið að því að ná tökum á áskorunum sem hafa snúið að skólasamfélaginu og aðbúnaði hérna þess alls og við þekkjum þá sögu öll. Verulega áhugavert líka hvar við erum stödd með Reykjanesbrautina og ánægjulegt að finna þá samstöðu sem hérna í hópi bæjarfulltrúa gagnvart því máli. Ég hef ekki setið fundi USK eða kannski fundi með Vegagerðinni þó að aðri fulltrúar hafi hérna verið að taka þátt í því af hérna þeim sögum að þeir sitja í nefndunum sem hérna inni og annað því líkt. En ég hef skoðað gögnin svolítið vel og ég get ekki annað en ef mér tekið undir það. Það er ég veit ekki hvaða tilfinningu fæ einst og bara þegar að hlusta hérna á ykkur og að skoða gögnin. Það er fullt þörf á því að standa vel saman hérna og eins og einhver ágætur bæjarfulltrúi vísaði hérna til þess áðan að setja hælana bara niður hérna sko og hleypa ekki einhverju vitleysu hérna af stað því þetta niðurstaða þessa máls mun marka samfélag okkar til allra framtíðar hreinlega sko. Það þarf að hafa það í huga því þetta sko sveitarfélagið okkar liggur beggja megin við brautina. Eitt aðal atvinnusvæðið okkar liggur hinum megin við flugbrautina og það tengjast alls konar lífæðir hérna á milli. Þannig að við erum sannarlega risastór hagsmunaaðili hérna og við eigum að krefast þess að tekið tillit til þess sem við höfum þar fram að færa. Og já, það verður þá bara líka í ljósi þessar umræðu sem átt hérna bara gaman að fara inn í fjárfestingaráætlunarvinnuna sem við erum að fara að hella okkur í hérna núna og sjá hvað kemur út úr því. Það þarf náttúrulega bara að minna á það að fjármagn og rekstur og allt sem að tengist honum, við þurfum að standa við ákveðna hluti þar inni. Við getum ekki fjárfest endalaust og við gerum aldrei allt það sem við myndum öll vilja gera. Við vitum það öll sem er hérna líka. Og það þarf að forgangsraða. Það er bara staða mála. Takk fyrir. Já, kæru bæjarfulltrúar, hér eru athyglisverðar umræður. Forseti vill flagga því hérna í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. september. Það er mál sem upphaflega var rætt þann 15. mars og var að tengingar við Grænárs. En þarna kemur fram að nokkra sviðsmyndir hafa verið skoðaðar og þær eru bara mjög flottar settar fram, 6 tillögur ef ég man rétt, varðandi fyrirhugað uppbyggingu við Njarðvíkurhöfn og hvernig vegtengingar til framtíðar verða við bæði Reykjanesbraut og Njarðarbraut. Forseti vill fagna þessu máli og að það að umhverfis- og skipulagsráð sé orðið mjög öflugur talshópur og er með þétta vinnslu í gangi, er hérna eins og hefur verið komið fram með nokkra fundi samhliða þar sem þetta er rætt sérstaklega og er að setja aukan þunga í þessa áherslu út af því að þetta hefur verið reifað hér tiltölulega oft en þetta er eins og margt annað í vinnslu, í teikningu og í hugmyndavinnslu. Nú, það er mjög mikilvægt að við vinnum þetta mál þétt áfram næstu mánuði til að hefja úrbætur en umhverfis- og skipulagsráð var með fund núna í morgun til að ræða mismunandi útfærslur en sú fundargerð verður náttúrulega til umfjöllunar hér á næsta fundi bæjarstjórnar. Og til að flagga því sérstaklega líkt og bæjarfulltrúi Guðbergur kom inn á áður en hann taldi upp alla götur Reykjanesbæjar, takk fyrir það. Að þarna undir 20. september fundargerðinni er mál nr. 1 umferðaröryggisáætlun sem er 100 blaðsíður og er gagn sem við erum búin að vera að bíða eftir til að rýna sérstaklega og þetta kemur á góðum tíma þar sem að fjárfestingaáætlunarvinnan okkar er að fara að hefjast. Þannig að forseti hvetur ég bæjarfulltrúa til að lesa umrædda löngu skýrslu til þess að við séum undirbúin undir þá vinnu. Nú, orðið er áfram laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Valgerður Björk Pálsdóttir, ég heimilaði upp í 3. skipti ef ég man rétt. En það er allt í lagi, ef þú hefur eitthvað mjög merkilegt að segja. Forseti grínast hér í sjálfsögðu. Sko, og svo ætla ég líka að vera með, fæ ég leyfi forseti til að ræða mál 4 sem var svona tekið fyrir rosalega fljótlega og þú forseti skimmaði svo hratt yfir að bæjarfulltrúi náði ekki að réttu pöndina af því við vorum sem sagt búin að afgreiða það. Ég nefnilega var með stuttaræðu en ég veit ekki hvort að ég megi ræða það. Þú mátt ræða en við höfum samþykkt málið. Já, algjörlega. Ok,
ég reyndi að ná athygli en það tókst ekki. En þannig að ég ætlaði bara að ræða þetta aðeins í lokin. Sérstaklega því við erum búin að tala aðeins innviðaskuldir. Þá langaði mig bara að benda á í máli númer 4, aðalskipulagsbreyting aðaltorg. Þarna lögði sem sagt fram til að breyting á aðalskipulagi til athugunar hjá Skipulagsstofnun, þar sem heildarbyggingagn aukið í 100.000 fermetra með heimild fyrir 450 íbúðir. Þarna gert ráð fyrir 150 íbúðum sem eru þjónustu íbúðir fyrir eldri borgara, sem gott að blessa, en restin af íbúðunum á sem sagt ekki að skilgreina sem fjölskyldu íbúðir, sem þýðir þá að það á ekki að vera þörf fyrir innviðauppbyggingu til dæmis í skólahúsnæði. Við þurfum að standa vörð að svona skipulag standist, en við vitum öll af reynsluna að ýmislegt getur breyst, eins og efnahagshrun, COVID eða eitthvað annað sem okkur heillega dettur ekki í hug á þessu stigi. Og þá þarf auðvitað að fylla þessar íbúðir af fólki sem getur það vel verið að verða fjölskyldur með börn. Skólarnir og leikskólarnir á þessu svæði eru nú þegar ekki stakk búnir til að taka á móti mikið fleiri nemendum, þannig að það mikilvægt að hnykkja á skilgreiningu íbúðana í deiliskipulagsafgreiðslunni svo við þurfum ekki að byggja fleiri skóla á þessu svæði. Kærið þakki fyrir þetta, bæjarfulltrúi Valgerður Björk, og þetta er eitthvað sem að við sem sveitarfélag þurfum að rýna vegna okkar mjög mikillar stækkun sem að hefur átt sér stað. En það kom meðal annars fram á fundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum nú helgina að hraðasta íbúafjölgun á Íslandi undanfarin 26 ár hefur verið á Suðurnesjum. Að meðan að meðal fjölgun á Íslandi öllu var 41%, voru við með 97%. Þannig að við þurfum að fara að huga að því viljum við byggja endalaust með tilheyrandi innviðaskuld eða viljum við aðeins reyna að stemma stigu við. Þetta er eitthvað samtal sem við þurfum að taka. En orðið laust hérna í blá lokinu fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykkt að fundargerðina vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við hér komin að fundarliði númer 3, fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 19. september og orðið laust þá fundargerð. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla bara að fara hérna aðeins eins og áður yfir dagskrána sem var á þessum fundi. Þar fórum við fyrst yfir Garðasel. Eins og við vitum þá flyst starfsemi úr húsnæði Garðasels í nýtt húsnæði leikskólans við Aspalaut núna áramótin. Og eins og hefur verið rætt áður að þá stendur til að rífa núverandi húsnæði Garðasels og var stjórn Eignasjóðs að samþykkja framkomna tillögum að undirbúningur verði hafinn við niðurrifið. Við tókum líka inn á þennan fund íþróttahús Myllubakkaskóla sem stendur til að byggja núna eftir að næsta áfanga lýkur, en þarna komu fram óskir það að skoðaður yrði möguleiki á stækkun á íþróttahúsi Myllubakkaskóla í samræmi við íþróttahúsið í Akurskóla, þannig að það væri hægt að nýta húsnæðið á fjölbreyttari hátt heldur en eingöngu til kennslu í skólaíþróttum, og stjórn Eignasjóðs tók vel í það og samþykkti að farið yrði í hönnun sem svona er í samræmi við þær tillögur sem komið þarna fram, og að sú hönnun yrði unnin í samvinnu við forstöðumann íþróttamannvirkja. Þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með því. Síðan tókum við þarna inn leikskólan Völl upp á Ásbrú, en þar hefur hönnunarvinna verið í gangi því að það þarf að uppfæra þann leikskóla að einhverju leyti, og óskað var eftir heimild að fá að halda áfram með hönnunarvinnu og koma með kostnaðargreiningu inn á næsta fund, og stjórn Eignasjóðs heimilaði það. Fjórða mál á dagskrá þessa fundar var stækkun eldhús hér í þjónustumiðstöðinni á Nesvöllum, en eins og við vitum og kom fram hérna áðan líka þá erum við að fá fleiri hjúkrunarrými og þá er þörf á því að stækka framleiðslu eldhúsið. Þannig að það eru ákveðnar hugmyndir það að hanna og kostnaðarmeta stækkun á því eldhúsi,
og síðan eru líka svona vangaveltur það hvort það hægt að sameina dagdvalir til þess að auka svona hagræði í rekstri. Þannig að stjórnin veitti heimild til að starfsmenn eignaumsýslunar myndu vinna þetta mál áfram og koma með tillögur. Síðan fór Hreinn Ágúst Kristinsson, deildarstjóri eignaumsýslu, yfir framvindu á framkvæmdum í ýmsum stofnunum hjá okkur. Það var Holtaskóli, Myllubakkaskóli, leikskólinn Drekadalur, Skólavegur 1 og síðan leikskólinn Heiðarsel. Og það bara jákvætt og gaman að geta sagt frá því að framkvæmdir ganga vel og við erum innan þess kostnaðarramma sem við settum þarna fram. Þannig að það bara mikil uppbygging í gangi eins og við vitum hér í kringum okkur. Nú útboðsgögn fyrir 3. áfanga í Stapaskóla sem leikskólahlutin eru núna að verða tilbúin eða eru tilbúin og við þurfum bara að setja okkur það líka núna áfangaskipta því hvernig við ætlum að halda því verkefni áfram og það verður tekið til umræðu núna býst ég við í fjárfestinga áætlunar umræðunum sem eru núna í þessari viku. Farið var líka yfir fjárfestingar eignasjós því að við vitum að stærsti hlutin af þeim kostnaði sem þar inni fellur þarna undir og við förum yfir það líka núna í fjárhagsáætlunarvinnunni sem við erum í fullum gangi. Í 12. máli þá var tekin umræða það að breyta fyrirkomulagi varðandi viðhald á íþróttamannvirkjum sem hefur verið á menntasviði og hvort það væri ekki best að flytja það yfir til eignaumsýslunar þannig að allar viðhaldsframkvæmdir væru bara á einum stað og þykir það bara góð hugmynd og tókum við undir það á þessum fundi. En annars var ekki meira en þetta auðvitað heilmikið og líka bara mjög áhugavert að heyra það hvernig gengur í öllum þessum framkvæmdum og áhugavert að sjá líka hvað við erum að fara að gera svona á næstu árum en það að skýrast alltaf bara með eiginlega í hverri vikunni. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið er laust. Nú, forseti vill ræða hér nokkur mál undir fundargerðinni og þakkar bæjarfulltrúa Halldóru fyrir fína yfirferð. Þetta er mjög áhugavert að heyra hvernig gengur í þessari nefnd. En forseti vill ræða hér mál nummer 1 Garðasel en þarna kemur fram að undanfarin ár höfum við eitt talsvert í viðgerðum á leikskólanum til að reyna að halda honum gangandi en húsið er 50 ára gamalt og alveg ljóst að líftími þessa hús er liðinn. Nú við gerðum ráð fyrir fjármagni í niðurrif á árinu og það verður athyglisvert hvernig það gengur en leikskólinn mun flytja sína starfsemi núna í desember ef allt gengur upp. Nú þarna kom fram vangaveltur varðandi framtíðar hlutverk lóðarinnar og það hefur ýmislegt komið það fram, eigum við að selja það, eigum við að byggja það, eigum við að vera með leikskóla en það er alveg skýrt allavega í áherslum meirihluta bæjarstjórnar að við höfum áhuga að reisa þar nýjan leikskóla og er það alveg skýrt í okkar málum að þarna þurfa að vera leikskóli í hverfinu ásamt Heiðarseli og Hlíðarhverfi er þarna komin lengra frá. Nú varðandi mál 2 íþróttahús í Myllubakkaskóla, forseti vill fagna þessari ákvörðun, hún er mjög góð. Þarna er ekki að ræða mikla stækkun á húsinu en þó mjög praktíska ef að forseti má sletta hérna aðeins á ensku. En þarna er verið að setja inn bekki og stækka aðstöðu fyrir áhorfendur og með þessu verður nýting hússins mun betri, sérstaklega fyrir foreldra barna sem vilja horfa á æfingar og sérstaklega mun þetta nýtast vel í okkar árlega risastóra nettómóti. Þannig að þetta mun efla notkun hússins til muna og virkilega góð hugmynd þar á ferð. En orðið er laust svona í blá lokin fundargerðarstjórn eignasjóðs. Fyrir þessi samþykkt geta fundargerðarna vinsamlega skifið þess merki og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin í mál nr. 4 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 24. september og orðið er laust fundargerðina.
Nú forseti vil aðeins koma hérna inn á lið 2 frístundastefna Reykjanesbæjar vinnuferli en þarna er Ólafur Bergur Ólafsson frístundaráðgjafi að kynna ferli við nýju frístundastefnun okkar en sú vinna er að fara í gang. Þessi frístundastefna snertir okkur allfælest í okkar samfélagi og það er virkilega gleðilegt að þetta verkefni er að komast af stað. Nú, þau eru að fara að stofna þarna stýrihóp í verkefninu en stefnir að því að stefnan verði samþykkt næsta sumar og geti því verið tekin inn í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2026. Þannig að virkilega spennandi verkefni framundan og fögnum við því að stefnan og vinnan við það er farin af stað. Nú, orðið er laust. Hér eru engi kvassi ljós þessi samþykkt geta fundagerð íþrótt og tómstundaráðs við sem skefið þess merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að máli 5, fundagerð sjálfbærniráðs frá 25. september. Orðið er laust mál málana, sjálfbærni mál. En forseta langar að koma hér upp undir fundagerðin og ræða lið númer 3, kosningar og fyrirkomulag, niðurstöður og skoðanakönnun. En sjálfbærniráð sendi frá sér mjög óvísindarlega könnun og samfélagsmiðla sem fjallaði kosningaþátttöku íbúa Reykjanesbæjar í síðustu sveitarstjórnarkosningum árið 2022. Könnunin var opin í 10 daga og var send út á 3 tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. Þetta fyrirkomulag var ákveðið til að reyna að fá fram hvernig hlutföllin væri milli íbúa sem kjósa og þeirra sem kjósa ekki, ásamt því að reyna að fá fram ástæður fyrir því af hverju fólk var ekki að mæta kjörstað. Nú, niðurstöðurnar voru góðar, alls fengum við 1064 svör sem verður að teljast ansi gott í samfélagsmiðla könnun kosningar. Svarhlutfall milli kynja var nokkuð jafnt en flest þessi svöru voru aldrinni 40-44 ára, 53% þeirra bjuggu í Keflavík en næst flestir í innri Njarðvík eða 24%. Langflestir eða 87% mættu á kjörstað í kosningunum, 4% utan kjörfundar en 9% sögðust ekki hafa kosið. Þannig að núna í framhaldinu mun sjálfbærniráð rýna verkefnið og kanna sérstaklega ástæðu fyrir því af hverju fólk kaus ekki til þess að við getum reynt að bæta þessa þátttöku en sjálfbærniráð er að vinna að skýrslu málið. En okkar frábæru íbúum sem að gáðu sér tíma í að svara okkar óvísindarlegu könnun eru færðar kærar þakkir. Nú orðið er laust fundagerð sjálfbærniráðs. Þeir sem samþykkt geta fundagerðina vissilega skefið þess merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin á máli númer 6 á dagskránni fundagerð atvinnu- og hafnaráðs frá 27. september síðastliðnum og orðið er laust þá fundagerð. Valgerður Björk Pálsdóttir, Svel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Langar bara að vekja athygli á einu máli fyrst að formaður ráðsins er ekki viðstaddur fundinn. Ég satt þennan fund og ráðið tekur undir áhyggjur IGO sem eru samtök skemmtiferðaskipa á norðurslóðum að afnám tollfrelsis muni leiða til fækkunar skipakoma til Íslands sem gæti haft neikvæð áhrif á íslenska hagkerfi, sérstaklega í þeim 31 höfn sem meðlimir samtakana sigla nú til. Já, og ég er að ræða mál númer 4, ég glemdi að taka það fram. IGO bendir á skort á upplýsingum frá stjórnvöldum framkvæmd og innheimtu skatta og gjalda sem skapar óvissu hjá skipafélögum og gerir þeim erfitt að áætla kostnað. Þessi óvissa geti leitt til þess að skipafélög bæti við stoppistöðum í erlendum höfnum á kostnað Íslands. Fyrsta skemmtiferðaskipið kom til Reykjanesbæjar nú í sumar en undanfarin ár hefur Reykjaneshöfn ásamt Markaðsstofu Reykjanes unnið að sérstöku átaki til að fá slík skip til hafnarinnar. Fyrir nokkrum árum hófst vinna við framtíðarsýn fyrir Reykjaneshöfn og árið 2017 var farið yfir allar hafnir svæðisins og þá var Keflavíkurhöfn skilgreind sem mannlífshöfn og gert ráð fyrir að skemmtiferðaskip gætu komið. Kostir þess að fá skemmtiferðaskip til Reykjanesbæjar feli í sér auknar tekjur fyrir staðbundna þjónustu veitingastaða og verslanir og ferðamenn skapa líf í bænum og stuðla að atvinnusköpun. Einnig hjálpar það við að kynna bæinn sem áfangastað og gestir skipa eru þá líklegri til að koma aftur síðar. Gallarnir eru auðvitað umhverfisáhrif skemmtiferðaskipa og aukið álag á innviði bæja sem er þó kannski ekki sérstakt áhyggjuefni hér þar sem fjöldi skipa er ekki að fara að vera svo mikill eins og gengur og gerist annars staðar á landinu. Kæra þakki fyrir þetta.
Nú, forseti vill aðeins flagga hérna máli númer 8, samráðsnefnd þróun hafnarsvæða, en þar kemur fram í bókun ráðsins: atvinnu- og hafnaráð leggur áherslu á nú eins og hingað til að tryggja þarf auðvelda umferðaraðkomu á milli atvinnu hafnarsvæðisins við Njarðvíkurhöfn og Reykjanesbrautar. Einnig þarf að tryggja að önnur athafnasvæði sem í uppbyggingu í Reykjanesbæjar hafa auðvelda aðkomu til og frá Reykjanesbraut, svo sem flugvellir og aðaltorg. Atvinnu- og hafnaráð hvetur bæjarstjórn, bæjarráð og umhverfis- og skipulagsráð til að tryggja þessa hagsmuni í tengslum við uppbyggingu Reykjanesbrautar, tilvitnun lýkur. Það er alveg ljóst að þetta er eitt af okkur risaverkefni framundan þar sem við verðum að fá vegagerðina að borðinu til að leysa ýmis mál varða Njarðarbrautina sérstaklega og Reykjanesbrautina. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum íbúa Reykjanesbæjar að umferðarþunginn hefur aukist til muna og við verðum að fara að knýja framkvæmdir af stað sem létta á álaginu á vegakerfið okkar. En líkt og við fórum hér yfir mjög vel áðan umhverfis- og skipulagsráð einnig í mikilli vinnu í þessu tiltekna máli sem við munum svo fylgja þétt eftir. Þannig að það er gott að við erum öll á sömu blaðsíðu hér í okkar tveimur ráðum og hér greinilega inn í bæjarstjórn. Nú, fundargerðin er opin til umræðu. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég var bara búinn að ákveða að koma hérna upp og ræða þennan lið, þú last hann svo vel upp að ég er bara mjög ánægð með því, bæjarfulltrúi Guðný. En ég vil líka fagna, ég held að það hafi verið liður 1. Við erum með svo duglegan sviðsstjóra hafna- og atvinnuráðs að atvinnumálin eru komin í svakalegt svif og verið að óska eftir aðstoð þar. Því ber að fagna og rosalega ánægð með líka að þeir skuli setja þessa bókun inn. Ég vildi bara koma upp og setja smá gleði innan fundinu. Þið eru svolítið já, takk. Forseti kannast nú bara ekkert við að vera eitthvað ekki í góðu skapi hérna, kæri bæjarfulltrúi. En orðið er laust fundargerð atvinnu- og hafnaráðs. Hér hefur enginn hvað sér hljóðst, þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skifið þess merki. Og það er samþykkt af öllum bæjarfulltrúum. Nú, þá erum við komin að 7. og síðasta máli á dagskrá, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 27. september og orðið er laust og Sverrir Bergmann Magnússon hefur beðið hér orðið, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Kemur upp undir fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 27. september síðastliðinn til að fara stuttlega yfir nokkuð mál. Fyrsta mál er menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2024 en menningar- og þjónusturáð fól þar menningarfulltrúa auglýsa eftir verðum handhafa menningarverðlauna Reykjanesbæjar 2024 en Magnús Kjartansson hlaut þessi verðlaun 2023. Ég vil því hvetja alla íbúa Reykjanesbæjar til að fylgjast vel með næstu daga og tilnefna þá einstaklinga eða hópa sem þeim finnast vera verðið til að hljóta verðlaunin í ár. Nú annað mál, það er safnahelgi á Suðurnesjum 2024 en helgina 25. til 27. október næstkomandi munu söfn, setur og sýningar á Suðurnesjum bjóða upp á sameiginlega dagskrá. Ókeypis verður inn á öll söfnin og því tilvalið að kynna sér hinn fjölbreyttu söfn og sýningar sem sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa upp á að bjóða þessa helgi. Dagskrá helgarinnar er hægt að finna svo á vefsíðunni safnahelgi.is. Og svo vil ég aðeins koma hérna upp á mál 7 en það er staðsetning herþotu á Ásbrú. Byggðasafn Reykjanesbæjar tók við F4E Phantom þotu að gjöf frá National Museum of the United States Air Force árið 2006 en gjöfinni fylgdu kvaðir samkvæmt samningi dagsettum 27. desember það ár hvað varðar vátryggingu og viðhald. Árið 2017 var svo gerður samningu við Keili lán á þotinu og henni komið fyrir á lóð skólans. Með samkomulaginu skuldbatt Keili sig til að vátryggja þotuna og tryggja hún yrði ekki fyrir skemmdum og halda henni í sama ástandu hún var við gerð samkomulagsins. En nú hefur Keili rift þessum samningi og þarf því að taka ákvörðun framtíð þotunar. Hún vil ég svona bara draga þetta mál hérna upp. En nokkrar hugmyndir hvað var að staðsetningu þotunar voru ræddar á fundinum en ekki var unnt að taka ákvörðun svo stöddu og var því forstöðumanni Byggðasafns Reykjanesbæjar falið að vinna málið áfram. Takk fyrir. Já, kæra þakki fyrir þetta. Forseta langar aðeins að koma upp undir lið 7 einnig, staðsetning herþotu á Ásbrú.
Og þetta er athyglisvert mál fyrir margar sakir en þarna erum við búin að skuldbinda okkur að sinna þessari flugvél varveitan og tryggja og því mikilvægt að við rýnum þetta mál vel í kjölfarið. Hvað varðar framtíðar staðsetningu vélarinnar þá langar forseti að biðja fulltrúa menningar og þjónusturáðs að ígrunda þá ákvörðun mjög vel og skoða þar sérstaklega fjárhagslega skuldbindinga við að flytja vélina og hvað þá að setja hana inn í hús. Við höfum sögu slík verkefni sem að forseti mun ekki reifa hér en við höfum íbúa sem finnst þetta það flottasta sem til og aðri sem finnst þetta léleg áminning liðna tíma þannig að við erum sitt sýnist hverjum þessa blessuðu vél en við skulum allavega leggja okkur fram að hugsa vel þennan lánsgrip sem við höfum fengið og biður forseti hér fulltrúa menningar og þjónusturáðs og ráðið allt að velta öllum hliðum málsins fyrir sér því það er lítið mál að segja já við góðum gripum og hugmyndum en svo eru skuldbendingar sem að binda okkur fjárhagslega sem því fylgja. Þannig að þetta er bara athyglisvert mál. Nú, hér hefur enginn hvað sér hljóð sem fundargerð menningar og þjónusturáðs. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina vissulega skifið þess merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú kæru bæjarfulltrúar, nú er formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd og fundargerð bæjarstjórnar er undirrituð rafrænt líkt og áður á nútíma öld og lýsi ég því bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 682 hér slitið.